Við stefnum hraðbyri í átt að loftslagshelvíti. Þessi orð lét aðalritari Sameinuðu þjóðanna, Antonio Guterres, falla á seinasta ári í ljósi aðgerðaleysis heimsbyggðarinnar í loftslagsmálum. Því miður hefur hann rétt fyrir sér. Með við núverandi stefnur eigum við ekki möguleika á að standast markmið Parísarsáttmálans. Þó ekki öll von úti. Fremsta vísindafólk heims jafn fullvisst nauðsyn þess að ná þessum markmiðum og að það sé vel hægt. En það krefst umbreytingar sem nær til allra kima samfélagsins og hagkerfisins. Og þá vaknar spurningin: hvert ykkar hlutverk í þessari umbreytingu? Hvað þurfa fyrirtæki að gera til að stuðla því að við takmörkum hnattræna hlýnun við 1,5 gráðu? Þið eru vafalaust komin mislangt í ykkar loftslagsvegferð, en ég held að þið samt ykkur vegi að fara yfir nokkra grunnpunkta sem við ættum öll að geta tekið til okkar. Sá fyrsti gefur auga leið. Mælið kolefnissporið ykkar. En eins augljós og hann þá erum við flest komin af að stutt á veg. Það nægir ekki lengur að mæla bara umfang 1 og 2 og svo kannski úrgang, flug og samgöngur og kalla þetta gott. Núna þarf að ganga lengra og meta alla virðiskeðjuna. Hvernig ykkar byrgjar að standa sig? Hvar eru raunverulega stærstu loftslagsáhrifin vegna ykkar starfsemi? Mælingin ber okkur svo bara hálfa leið. Hvað ætlum við að gera við þessar tölur? Því miður í mörgum tilvikum einungis dusta rykið á kolefnisbókhaldinu einu sinni á ári þegar ráðast þarf í sjálfbærni uppgjör og kemur það fyrir að fólki bregði í brún þegar það sér niðurstöðurnar. Loftslagsbókhaldið á að hafa sama sess og fjárhagsbókhaldið. Við eigum að vakta það jafnt og þétt. Við eigum að nota það til grundvallar ákvarðanatöku og til að tryggja að við náum okkar markmiðum. Og hvernig eru svo markmiðin? Í því ástandi sem nú ríkir þýðir ekkert annað en að spenna bogann hátt. En þegar krafist róttækni, þegar krafist hugrekkis, heyrast oft efasemdar raddir. Já, en okkur ekki einhver takmörk sett? Þurfum við ekki að vera raunsæ? Mikið rétt, en óraunhæfasti kosturinn í stöðunni að skorast undan áskoruninni og dæma sér þannig sjálfur leik þegar á líður. Því eina mögulega hagkerfi framtíðarinnar lágkolefnishagkerfi. Lágstemmd markmið því hreinlega ekki í takt við raunveruleikann. Við þurfum líka að ráðast í smá naflaskoðun, líta inn á við, líkt og yfirskrift þessarar ráðstefnu. Það nægir ekki að skoða bara losunarbókhaldið, verðum líka að horfa á viðskiptamódelið. Ykkar kjarnastarfsemi skaðleg umhverfi og lífríki? Það gengur nefnilega ekki að græða á tá og fingri en vera á sama tíma á yfirdrætti hjá náttúrunni. Sú skuld hverfur aldrei. Það bara einhver annar sem þarf að borga brúsann. Hvort sem það þær milljónir víða heim sem orðið fórnarlömb hamfara af völdum loftslagsbreytinga, afkomendur ykkar eða komandi kynslóðir. Þessi áratugur verður sá afdrifaríkasti í sögu mannkyns. Hversu vel okkur tekst að draga á losun á komandi árum mun hafa úrslita áhrif á möguleika framtíða kynslóða til farsæls lífs. Ég held að við viljum öll geta horft tilbaka og sagt með fullvissu að við höfum gert allt sem í okkar valdi stóð til að takast á við þessa stærstu áskorun mannkyns. Valið okkar og til alls að vinna. Augu komandi kynslóða hvíla á okkur.